Og næst á dagskrá það fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar viðauki og til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, talandi rekstur ársins 2019, þá náttúrulega reitt af því sem við höfum þurft að gera, það að taka fyrir viðauka. Þeir hafa flestir snúið á þessu ári, eða stór hluti af þeim hefur snúist leiðréttingar á launum vegna skal ég segja ykkur kjarasamninga eða starfsmats og fleira, þannig að nú erum við hérna með viðauka sem fyrir fjárhagsárið 2019 sem lagði fram í bæjarráði 12. september og samþykktu þar og vísa til bæjarstjórnar til afgreiðslu. En þetta í rauninni viðauki vegna þess að annars verður tekin inn raunstaða ársreiknings 31.12. inn í reikningin og þannig að og sem sagt í stað þess að nota útkomuspá, það breytir tölunum, það líka kemur inn í þetta að það er breyting á afskriftum hjá Norðurorku sem var náttúrulega lág ekki fyrir þessar breytingar, lág ekki fyrir þegar gerðar voru skal ég segja þér að gera fjárhagsáætlun, auk þess sem við erum að taka framkvæmdasjóð Akureyrar, hann hefur lagður niður frá 1. janúar 2019 og nú farið inn í aðalsjóð. Þetta hefur allt saman breytingar í för með sér og þannig áætlunin að breytast 95,2 milljónir króna neikvætt sem að stafar aðalega breyttum afskriftum, fjármagnsgjöldum og fjármagnstekjum og áhrifin af efnahagsreikninga við mest vegna endurmats á eignum Norðurorku. Þannig að þetta mun það lendi lækka áætlun ársins 95,2 milljónir króna hjá samstæðinni og þetta lagt hér fram til samþykktar. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu orðið laust. Sem enginn hefur kvætt sér hrós, þeir sem geta samþykkt þennan viðauka gefið merki. Það 11.